Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum og næst ég komið með hann Ragnar Hólm í sófann til minn, en hann myndlistarmaður og í vatnslitamyndum. Þú kippist náttúrulega við þegar ég kallaði myndlistarmann, en það ertu, svo sannarlega ég búin að lýsa þig hérna yfir. Hvað að gerast í vatnslitamálunum hjá þér? Þú ert búin að vera að mála mikið og margt framundan. Já, þetta búið að vera svona góður uppgangur í þessu, góð sveifla og ég náttúrulega búin að vera alveg ævintýralega, þó ég segi sjálfur frá, duglegur. Ég búin að halda 10 sýningar á 5 árum með eitthvað líka og var með 2 sýningar á síðasta ári og framundan sýning í Reykjavík í apríl í listhúsi Ófex á Skólavörðustíg. Síðan í Bergi á Dalvík í ágúst og svo fikk ég boð að vera einn af 250 evrópskum vatnslitamálurum sem að sýna í Avignon í Frakklandi í nóvember. Hvernig líst þér á það? Mér líst alveg svakalega vel á það. Ég bara komst við þegar ég fékk boðið, það bara svo ég segi satt frá. Já. Og það verður óbyggilega gaman. Ég ætla alltaf að fara út og vera viðstaddur. Mér skilst mér sagt að Avignon sé paradís á jörðu. Já. Aldrei komið þangað og hlakka til. Hlýtur að vera svolítið skemmtilegt að fara bara beint frá Bergi á Dalvík og... Þetta Reykjavík, Dalvík, Avignon. Já. Það svolítið skemmtilegt, já. Nákvæmlega. Þannig að það nóg að vera. Og ég reikna líka með að reyna að komast í sumar niður á Spán. Ég var núna áramótin, jólaáramótin raun og verið, fór út annan í jólum. Var ég í Malaga og heimsótti þar smábæ, einn af þessum hvítu þorpum sem eru upp í eiginlega byggð utan í fjallstinda eða hæðir. Það svolítið gríst. Það ekki bílfært göturnar og menn fara með, eða ná sér í byrðir og aðföng, þá nota múlastna. Já. Þannig að og þar í litlu þorpi sem heitir Friggiliana hitti ég þýskan vatnslitara sem þar með vinnustofu og stúdíó og hefur búið 20-30 ár og lifir á að selja myndir og vera með námskeið. Þannig að ég reikna með að fara líka til hans og vera hjá honum í Friggiliana einhvern tíma og hann útvegar herbergi og svo tekum við bara svona dagskúrsa hjá honum. Það verður alltaf gaman. Þetta geggjað. Hvert ég búin að fylgjast náttúrulega með þér. Viðfangsefni virðist oft verið með Akureyri sem viðfangsefni. Þér hugleikinn? En svo hefur þið tekið ýmislegt. Í hvað svona þema áttir ferðu? Nei, það fyrst og fremst landslagið sem heillar mig og það kannski ekkert skrítið og ég meina, ég hef búin að mála 45 myndir að kaldbaki eða eitthvað líka. Ég hef búin að vera ansi duglegur núna með Vindbelgjarfjallið í Mývatnssveit og það svona, og svo fyrir þessa sýningu þarna í Avignon þá þarf ég að skila inn verkum sem ég velja úr og ég ákvað bara í raun og veru þar að fara í það sem mér hefur gengið best með og það ekkert óeðlilegt í það. Myndlistamenn ofta að mála sama mótífi aftur og aftur og mála upp, Þannig að núna ég svolítið í því ég þarf að skila svolítið stóru myndum sem óvenjulegt fyrir mig, að 50 x 70 cm. Og þá ég svolítið að mála upp þau mótíf sem mér hefur líka best við að mála eða sem gengið best með og fundist, eða þykir vænst Jú, það fyrst og fremst landslagið. Já, kannski skiljanlega. Já, og svo þykir mér líka bara að vænt þetta umhverfi, Eyjafjörð og Akureyri, þannig að það svona lætur mig best kannski. Kannski fínt, vatnslitategundin til þess að nýta í landslagi, hún hlýtur að vera skemmtileg og auðvelt að gera hana eins bæði fallega og óræðina eins og hún kannski svona tilfinningalega upplifur hana á stundum. Já, vatnslitir það margir sem segja að vatnsliturinn sé kannski erfiðasti miðillinn að fást við versus olía eða akríll. Það miklu auðveldara að mála yfir og svona. Vatnslitir bara svolítið svona one take. Já. Þú bara, ef þið mistekst. Bara hendur þessu. Já, það eiginlega hendur því, Það ekkert að hræra mikið í vatnslitunum. Þá verða þeir bara skítugir og ljótir. Þannig að þeir eru rosalega lifandi, maður þarf að leyfa þeim aðeins að flæða og taka völdin að einhverju leyti, en samt hafa náttúrulega kontról, því annars náttúrulega væri þetta bara eitthvað völd, skilja. Þetta alveg svona inn í myndirnar. Já. Gleymir tíma og rými og...
Já, ég fer alveg úr sambandi, sko. Já. Og tíma og ég hef ekki hugmyndu hvað klukkan og hvað að gerast í kringum. Ja, það er líka bara það sem maður vill ná, sko. Maður vill fara í svona pínu trans. Já. Því ef maður stressaður og allar, eða þú veist, eitthvað svona, allar bara afgreiða einhverja mynd á einhverja ákveðnum tíma eða síðan líkt, sko. Og næri ekki svona þessu algleymi, þá gerist ekkert, sko. Þá verður þetta bara svona pínu föndur. Það ásér ekki í staðan neinn magic, sko, það er engin töfrar í því. Það er svo skrítið, það er svo kannski svona skrítið að segja frá því, yfirborðslegt eða þannig, en það er bara þannig. Maður dettur bara inn í einhvern hugarástand og veit hvort ég staðan í stund. Og svo vaknar maður. Og þá er eitthvað. Og horfir á þetta og oft finnst mann þetta að vera alveg handónýtt, sko, hendur eitthvað í horn. Svo daginn eftir þá, heyrðu, já. Þetta er kannski eitthvað. Þetta er eitthvað, já. Þannig að það er svo skrítið. Já, yndislegt. Verður gaman að fylgjast með þér og fara hérna alla koppagrundir. Já, það verður spennandi. Já, nú ég held að árið, þetta verður að vera ævintýralegt. Það er náttúrulega voðalega gaman að geta samina þessa ástríðu og svo, þú veist, kannski ferðalög og svona, það er alltaf æðislegt. Yndislegt. Gaman að fá þig í sófann. Gangi þér vel með þetta. Þakka þér fyrir. Og við heldum ekki áfram og eftir eins og ég ætlaði að fara að segja, heldur ætlum við bara hreinlega að fara að ljúka þessu hjá okkur í dag. Við segjum bara eigið yndislega og dásamlega helgi framöndan.